Góðan daginn og velkomin í þátt númer 104 hér á YouTube-brásin minni. Ég heiti Helga og ég er handhafinn Óð. Aðeins að laga birtuna. Það skein aðeins svo mikið augun á mér. Nú í dag er mánudagurinn 17. janúar 2021 og ég er kannski ekki með eitthvað haug af efni en við sjáum til. Ég vil bara halda mér í rútínunni. Nú ég afsaki lúkið, það er eitthvað smá svona þreyta í mér eftir helgina. En ég tala aðeins það á eftir. En ég byrjaði að segja ykkur hvar mig er að finna. Ég er sérst Helga A71 bæði á Instagram og Ravelli. Og svo er ég með sokkasnákar Helgu á FB og sokkasnákar _ Helgu á Instagram og þar sem ég er að svona auglýsa sokkasnákana og það allt saman. Þið þekki það. Svo ætla ég að leiðrétta mig. Ég var að röfla þessa viðbót sem ég var að bæta á Malt Magic, ekki Enchanted Mesa. Afsakið það. Ég var leiðrétt, en ég nennti ómögulega að fara að henda inn leiðréttingu á vídeóið af því þá hefði ég þurft að hlaða því aftur upp á YouTube. En nú er það komið. Malt Magic, ég veit ekki hvaða brainfart þetta var, en þú veist, mánudagsmorgnar, come on people. Hér er ég með svo bolla sem ég fekk í jólagjöf frá stórusystur minni og þetta er sólheimabolli og það kom svona fallega undirskál með. Þannig að nú á ég þrennt svona þrenna kaffibolla frá Sólheimum. Bolla blætið lifir enn. Og já, hann er bara æðið þessi, eins og eiginlega bara allt sem kemur frá Sólheimum. Nú, en það verður bara svona allt annars í hefðbundnu formi í dag og við byrjum bara á klárinu. Og það er, ég loksins kláraði Venge peysuna úr bókinni Prjóna á mig og mína eftir Lenu. Ég bara endaði hreinlega á því að eins og ég sagði ykkur síðast þetta að fara að kaupa mér íslensku útgáfuna og það reddaðist, en maður er svo góður vanur með enskar og bandarískar uppskriftir eða evrópskar að maður leiddur svo rosalega gegnum það, en þetta er náttúrulega svona skandinavist og ég þurfti svolítið að horfa á myndina og svona til þess að átta mig á því að ég var að gera rétt. En þetta var bara geggjað gaman að gera og þetta er bara leys, pínu gat sem ég náttúrulega og hún er ennþá pínu rök. Þetta er leys og mohair, bara leys frá Drops og mohair, silk mohair frá Drops líka. Ég var með leysi í gegnum, hélt alltaf leysinu og svo eru rendurnar litur 09 sem er svona lilla og bara ég vildi ekki hafa eitthvað þú veist rosalega sterkan, ég er alveg út úr kortinu í dag sko. Ég vildi ekki hafa mikinn kontrast, mikinn litamun. Þannig að ég fór bara í svona létt ljúfan á móti og þessi, hún vegur held í 260 gram. Þetta er bara svona face, eins og eddupeysan og samt ótrúlega hlý. Mohair er alveg sér það. Og já, þetta var bara skemmtilega áskorun að prjóna hana og svo, þú veist, svo stæmdi ekkert eitthvað lykkjufjöldin því ég fór að tína upp fyrir stroffuna neðan sérstaklega. Það var alveg út kú, en það virkar samt, þetta bara, og hún er náttúrulega bara eins að framan og aftan, það er ekkert engar stýttarumferðir og ég veit ekki einu svona, jú, er byrjunin á henni, þannig að það skiptir engu máli. Þannig maður snýr henni, sem er bara geðið næs. Og já, bara mjög glöð að vera búin með þessa og þá er ég fann að ég hef svo sem ekkert gert eiginlega neitt, ég hef eiginlega ekkert
prjóna í síðustu viku síðan ég kláraði þessa, nema hérna smá sem ég ætla að sýna ykkur í viðbót. Og þannig að það hefur ekkert verið unni í hinnum peysunum sem er á prjónunum, en það er líka alltaf. En svo bað hérna Hrafntinna, elsta barnið mig, dúkkuföt og dúkkunum sína. Og ég snaraði í það einum litlum kjól og bara, þú veist, gerði bara eitthvað. Ég ætla að setja hérna eina litla tölu þar sem er spotti hér. Ég ætla að fara í það núna þegar ég er búin að þessu. Og svo þurfti hún náttúrulega að fá peysu utan yfir kjólinn. Og það var það sama. Ég var bara eitthvað að bulla og leika mér. Og ég ætla að setja líka tölur. Þroskaþjálfamamman vill fá tölur á allt til þess að þjálfa þau í því. Þannig að þetta fer til dúkkunar og Hrafntinnu á eftir. Og ég gerði þetta bara úr sama gatni og ég gerði notaði veðurteppi sem að Hrafntinna fékk, svo er alltaf með. Það er bara þetta hérna Big Value Baby 4ply frá King Cole og er bara lúnamjúkt og hérna, þess að peka hérna á skjáin, alls konar tilkynningar og þess. Lúnamjúkt og fínt fyrir krakka og fínt í hérna dúkkuföt að nýta þetta og svo leys. Þannig að hérna, já, þetta voru klár vikunar. Það er ekki oft sem þetta hefur gengið svona rætt. Og hérna, verkin í vinnslu, eins og ég sagði áður, lítið verið gert í því. Ég nefnilega tók mig til og tók smá trillinga sokkaprjóna á vélinni. Segja ykkur betur frá því og eftir. En annars var hérna, dóttir mín er í brjálari tiltekt. Hún er heim í fæðingarorlofi og heimili svo sem búið að setja pínlítið á hakanum síðustu árin. Af því hún var í fullu háskólanámi og meðan hún var að eignast 2 elstu börnin, þannig að núna er brjálæði tiltekt í gangi og þar fann hún bara lopapeysu sem að ég hafði gefið henni og hérna, hún bara þolir ekki lopan, þannig að ég bara, já takk, þá þarf ég ekki að prjóna mér hérna lopapeysu fyrir veiðina eða útilegunar í sumar. Já, svo sem eina sem ég fer alltaf með í hérna veiðvött. En þessi kemur með líka, það veitir ekkert af því. Og hún sýnist mér bara úr plötulopa. Og svo var hún líka, hafði ég ekkert gert á hana erfingjan. Og hún bara hefur aldrei fílað sniðu og er í sjálfs ekkert þægileg þegar þú ert með lítil börn, heldur. Ég sé að það er eitthvað litamunur hérna í garninu, en fyndið. En þetta er bara, já, þetta sé ekki bara hérna, ekki plötulopi heldur, léttlopi, sýnst það. Mögulega er þetta bara Álafosslopi, þykkari. En þetta er orðið margra ára gamalt, ég veit ekki neitt, sko. En þetta er líka bara geggjað fyrir mig að hérna, fá pínu lopapeysu af því að ég á svo rosalega með að vinna ístegsullina. En þú veist, og er svo sem ekkert, er bara svona svolítið dottin út úr lopa dæminu. Þannig að það kannski kemur aftur og þá fæ ég mig bara Þingborgar lopan eða spinn sjálf eða eitthvað. Nú, en eins og ég segi, á döfinni er náttúrulega bara að halda áfram að reyna að klára það sem ég er með á prjónum, en nú er mér fara að kýtla svolítið í að fara að gera húfur og vettling á sjöl og eitthvað svona. Kannastu við það? Ég ætla að henda hérna niður einu spjallklukka sem var þælust fyrir mér. Að hérna, já. Ég hef náttúrulega, þú veist, fullt af gorgeous garni og svona sem ég langt til þess að fara að vinna því ég fór í gegnum allt garnið sérstaklega þarna og hendi fullt af garniðina á garnbítti síðuna og það er ennþá alveg eitthvað til. Hérna, DK frá Walk Collection, geggjað. Og svo er ég með hérna slatta af sokkagarni. Kannski bara hreinlega vindi ég þetta upp og breyti svo í snáka. Einn hérna single ply frá Hugh Loco. 4 svona geðaukar sem ég notaði í eina peysu á mig. Hérna Baby Suri alpakka.
svona, já, næstum tíma ekki en maður verður að, þú veist, leyfa öðrum að njóta. Og svo eru hérna líka frá Knit Crate sem ég prófaði að fara aðeins í áskrift á. Og einn hérna grófur Madeleine Toss. Og þetta er allt inn á Gabbíti síðan ef þið hafa áhuga á að kíkja á það. Nú, og í pokan kom að mig minnir, ég bara, já, ég er búin að vera svolítið útslegin núna. Mig minnir að ég hafi bara verið að fá áskriftaklúbbinn frá Eddu fyrir janúar. Og það var hérna geggjað kombo frá Today I Feel og það heitir Today I Feel Free Sock. Og þetta er 85% merinoil súpuvós og 15% nælon. Það er sérst hérna fingering weight, 4ply 100 g 400 metrar og svo 20 g 80 metrar. Það er öflega fallegt. Bara. Og í pakkanum var sjúklega gott popp sem að bara, ég sauði það bara upp í mig þegar ég var búin að smakka fyrsta poppið. Og svo garnið náttúrulega, vettlingauðskriftin Vasperinn sem að ég ætti að ná í inn á Ravelli, lyklakippa, já, og prjónamerkja á henni. Maður kippir því bara af lyklakippunni og já. Já, og svo pókinn. Ég er nú búin að vera alveg að nota hann bara, því ég er búin að vera að fara svolítið til Önnu, elstu dóttur, eða hérna, já, sem á Hrafntinnu og Hilmi og þau miðjuna. Og að því hún er að prjóna á þessum peysu, ég er búin að vera að sitja svolítið yfir henni og þá tók ég hérna dúkku fataprjónið, fékk að fara í Eddu póka og þá gekk ég hérna tillaga frá henni að sauma út aðeins í munstri. Hún gerir það, kom sjúklega vel út, setja eitthvað svona lit sem að poppar. Þannig að kannski ekkert tímann ef ég á dauða stund. Já, og nú bíð ég bara spennt eftir febrúar klúbnum og tilrauna eldhúslitunum. Þú veist, já, ég sagði við þetta er ellilífurinn minn, þessa tilrauna hespur. Þær verður örugglega, þegar ég fyrir ellilífurinn, þá er það örugglega orðnar mjög verðmætar. Svo getur vel verið í notaðir, það er ekkert bannað í því. En ofboðslega fallegt. Bara love it. Síðan fékk ég mig líka hérna svona, ég á náttúrulega stóra, eða svona, já, verkefnabók undir prjónið sem er stór, sem er sérst alveg bara svona stór. En mér langaði að prófa hérna frá hula.is, Ásthildur Sölvadóttir sem er nú reyndar hérna bjó lengi hér á Akranesi, þekki aðeins til hennar og hún er að sérst framlega svona bækur og ég ákvað að prófa. Ég er búin að setja eitt verkefni, þessa peysu sem ég er í. Af því að ég er búin að vera bara alveg sökka í að setja inn á Ravelli, en mér finnst alveg óbúslega gott að hafa þessar upplýsingar eitthvað staðar. Og svo sendi hún er líka framlega svolítið sniðu kort sem hún lét fylgja með hérna fyrir mig. Handa mér, hérna stendur bara hlýjar kveðjur og svo aftan á getur maður sagt svona svolítið um verkefnið og hvernig maður þóða og þess aftar. Mjög sniðugt þegar þú ert að gefa þetta. Og svo er hérna annað sem að stendur á þessi flík og prjónuð úr bla bla bla. Hún hefur verið þvegin með mildri sápu og framvegis er gott að þvo hana í þvottavél við 30–40 gráður og leggja hana svo til þerris og slétta úr. Það er líka, og það eru nokkra svona típur inn á hula.is, mjög sniðugt og þessi bók og hún er með fría heimsendingu á henni núna. Þannig að ef ykkur vantar svona nettari, þú veist, sem getur verið að dinglast í töskunum hjá okkur.
og meira var það ekki í pókanum. En ég tók þess að trilling á sokkaprjónavélinu minni af því ég átti náttúrulega bara ógrynni af garni sem ég sá ekkert fram á að vera að fara að nota og slatta af þessu handleita garni eftir mig og ég svo sem það ekkert útiloka að ég steli einhverju úr búðinni minni til þess að gera sokka, sérstaklega það úr handleita og þú veist það meðal annars þetta þetta með svona að sést og að illa en það svona stelína gilling í því og þetta bara 75% súbós, meira en 80% nælon og 5% stelína og þetta úr 98 grömmum og þá næ ég 496 umferðum með 64 lykkjum uppfitjum og það alveg dugar í 2 pör. Ég að nota 240 grömm í svona hefðbundið par á mig og svo setja ég inn hæl, stróf og tá. Þannig að það minnsta málið að ná sér í 2 pör úr svona sem í kringum 500 umferðirnar og ég að selja þetta á 4.000 kall. Þetta bara svona rétt þess að fá fyrir garninu og vinnunni. Og úps, þetta úr svona light fingering og það þéttir sér svolítið vel þegar það þvegið. Þetta líka handlita á mér. Og líka, ég gerði á öllum sílindrunum, ég gerði mest á 64 af því það bara vinsalast og svo gerði ég líka svolítið á 72 og 54. Svona röndótt, eitthvað gatt sem mér var að gefa eitt tímann og ég hef bara voða litlar upplýsingar um það. Þetta eitthvað sem ég handlitaði. Hvað þetta? Þetta bara allt eitthvað sem ég gerði. Kannski að sýna ykkur eitthvað svona sem var bara versmiðulitað, blík, til dæmis. Þetta Drops Fabul print og þetta til dæmis 54 lykkjur. Þetta allt inn á Sokksnákar Helgu á Facebook og þetta kjörið eins og ef viljið þú veist, ef tími ekki að senda einhverja, þú veist, rándýra handlita hespu og fá hann tilbaka og svo bara kannski ekki peppaðar fyrir þessu eða peppuð að þá eins og þetta sem dugir alveg auðvitað í 1 par þetta 54 umferðir, nei 54 uppfitið og 298 umferðir og þetta alveg auðveldlega í sokkapara á svona grennri fót og kostar 1500 kall pluss póstbraggjald, þannig að það bara brilljant og ef þið sem hafið prófað þetta og að tala um þetta og að hvetja fólk, þú veist, eða segja frá þessu, þá þetta alveg, ég sé að það búið að vera og það búið að vera, ég er búin að selja slatta einmitt til fólk sem langar að prófa og þetta náttúrulega ódýrara heldur en að senda mér garnið og þvetið og svo kannski bara ekkert spennt fyrir þessu en þá tjóni ég ekki eins mikið. Svo náttúrulega auðvitað alltaf hægt að prjóna upp úr snáknum aftur, það ekki það. En þetta var bara, ég hugsa að þetta væri sniðug leið fyrir mig til þess að grynnka á byrðunum, gefa fólki kost á að prófa þetta og svo á ég eftir örugglega að laumast þarna á og til inn í og ná mér í eitthvað og þá ég bara mun að henda því út af síðunum minni. Ég með þetta inn á Sokkasnákar Helgu á Facebook og þar bara best að hafa samband við mig og þetta allt númerað og merkt og fólk sendur mér bara skilaboð og segir bara hei, ég vil fá 64 lykkjur og númeri I eða H eða whatever og við græðum það bara. Og síðan bara mögulega töskusaumur framundan. Ég nefnilega búin að vera, það mikið búið að vera að spyrja um þær og ég á alveg, þú veist, auðvitað í eitthvað. Ég hef bara komið mér í gírinn. Ég var svona, af því ég var búin að ýta svo langt frá mér að þá einhvern veginn, en ég alveg farin að hugsa um það og spá mikið í það. Ég á allt hráefnið í þetta
og bara hvers vegna láta efnið vera að hanga hérna upp í hillum, þú veist, ekki alveg gott að koma því bara í umferð. Ef við erum að njóta og fæ ég meira pláss fyrir eitthvað annað í hillunum, eitthvað annað fundur. Já. Þannig að það já, ég síðasta vika fór nánast bara alveg að fullu í sokkasnáka haminn. Nú, svo helgina skellti ég mér á hætt að væla, komdu að kæla með honum Andra og var á helganámskeið niðri í Sólum hérna við fiskslóð út á Granda og það var bara ólýsanlegt. Ég reyndar alveg gersamlega búin á því. Reyndar var ég líka fyrir 2 vikum að byrja á nýju lyfi sem er svolítið að er ekki alveg búið að ná balansinn í kerfinu, þannig að ég er svolítið svona að díla við það líka, en þetta námskeið var bara, afsakið slettuna, en mind blowing. Ég var sérst í ísbaði í gær, Sinnbakkum í gær. Ísbaði nr. 2. Ég fór reyndar bara ekki í ísbaði morgunin, ég fór í 4 gráðu heitt, kalt vatn og svo í ísbað Sinnbakkum í gær og það var bara geggjað. Og þetta snýst ekki bara að fara í baðið. Man getur alveg farið í hvaða kaldbað sem er eða út í sjó eða eitthvað, en það sem hefur verið að ná fram þarna er þessi fullkomna slökun í kuldanum. Ef þú ert út í sjó þá ertu alltaf spenntur til þess að halda bara jafnvægi í sjónum og þú sest ekkert niður og eins og maður gerir í pottunum. Ef maður nær að sleppa alveg þá bara dettur maður bara út og það er víst sannað, vísindalega sannað af svona vísindamönnum og læknum að 2 mínútur í ísbaði á 6 daga fresti lækkar sökkstuðulinn í blóðinu umtalsvert. Og sökkstuðullinn er það sem veldur bólgum í líkamanum og flestir eru með einhverjar bólgur og bólga er bara þú veist, annarkvort valdið af sjúkdómum eða streitu eða einhverju slíku, og þarna erum við bara að læra að keyra niður streituna. Fór rosalega vel í gegnum öndun og ég speysaði algjörlega út þar, brotnaði bara niður og grenjaði í 40 mínútur bara óstöðvandi. Þetta var bara, ég réði ekkert við þetta og sjúklega gott. Tók líka nett hláturskast í einni umferðinni af öndunarferlinu hjá honum, þannig að þetta var bara, þetta var mjög áhugavert og ég er klárlega að fara að nota þetta. Ég er búin að stunda kalda sturtur í 2 ár og þetta er bara næsta skref í það og það að halda mér svona í kælingu, það hefur bara skipt sköpum með mína heilsu. Þannig að, og ef þið eru bara forvitin og áhugasöm þá bara tékka annarkvort á Andra síðuna á Facebook eða wimhof.com og kynna sér þetta. Ég mæli með þessu og mér heyrist að maðurinn minn sé á leiðin líka í þetta. Hann er svolítið spenntur fyrir þessu og yngsta dóttir mín. Og af því þetta hefur líka, hún er með brjálaðan athyglisbrest, komin á lyf og svoleiðis og hún var bara hætt að fúnkera fyrir heiminum og núna á lyfjunum er hún öll að koma til og svoleiðis, en langar að læra betur að vinna með það og þetta er alveg tilvalið til þess. Einhverjir hafa meðal annars Andri hafa náð að hætta á þeim lyfjum eftir að náðu tökum á þessari öndun og kælingu og allt það, og sumir nota bara öndunina, þú veist, burt sér frá því hvað er að. Sumir nota bara kælinguna og það er bara allur gangur á því, maður þarf bara að finna hvað hendar og þið heyrið að ég er bara mjög spennt fyrir þessu. Þannig að ég kom með langt síðan að ég keypti mér lítinn sætan pott sem er út í bílskúr og ég ætla nú að taka það bara rólega í dag og að því ég fór nú alveg 3 sinnum í
kalda pottinu helgina og einu sinni í nokkru sinnum í ísfótbað á laugardagsmorgninum. Þannig að ég ætla ekki að fara aftur fyrir á miðvikudaginn, en ég ætla það bara að fókusa á annað þangað til. Þannig að þetta spennandi. Þetta var ég að gera ásamt því að búa til hérna slatta af snákum, tæma aðeins gallagarinn. Svo getur vel verið bara að ég sé að fara að stelast í eigin gallagar og þannig að já, sjáum bara hvað setur. En ég ætla að láta þetta duga núna. Ég ætla að fara að setja tölur í dressið og láta Hrafntinu vita að hér sé sett. Sem hún má annarkvort fer ég með til hennar eða hún getur sótt til ömmu. Og já, halda svo bara áfram að brasa eitthvað og kannski ég bara leyfi mér að fitja upp á einhverju nýju. Kemur þá í ljós bara eftir 2 vikur. En þetta nú bara alveg með stuttur þáttur, sínst það eru 26 mínútur, rétt rúmlega. Ég kíkti það allavega við og þangað til næst þá bara óska ég ykkur góðra og gleðilegra handavinnuveikna og við sjáumst síðar. Takk og bless.